Elsku Sigrún og Hanna María, kæru félagar. Að morgni föstudagsins 30. október barst okkur fréttin andlát Guðbjarts Hannessonar, alþingismanns og fyrrverandi ráðherra, en í mínum huga fyrst og síðast fyrrum skólastjóra Grundaskóla. Það eru blendnar tilfinningar sem bærast í brjósti mér þegar ég minnist hans hérna. Ég harma fráfall hans, en ég gleðst yfir líf hans sem var bæði merkilegt og til eftirbreytni. Við Gutti áttum samleið í pólitíkinni, en samstarf okkar snerist fyrst og fremst Grundaskóla. Hann var hugmyndasmiður að þeirri skólastefnu sem lögð var til Grundaskóla í upphafi þegar skólinn tók til starfa haustið 1981 og sú stefnir enn til staðar. Hugmyndir hans hafa einfaldlega staðist tímans tönn. Hjá honum skiptu börnin mestu, velferð þeirra og líðan í skólanum. Hann þekkti alla nemendur með nafni og gat ávarpað hvern og einn beint, sem gerði honum auðveldara fyrir hann á tengslum við krakkana og hann naut óskoraðrar virðingu meðal þeirra. Gutti leit svo á að hlutverk skólans og starfsmanna væri að hafa trú á nemendum og styðja þá til góðra verka. Hann kunni þá list að hrósa og leiðbeina. Hann lagði mikla áherslu á virðingu í samskiptum og gekk á undan með góðu fordæmi. Skagamenn, ungir og gamlir þekktu Gutta og hann var skólastjórinn á Akranesi eins og eftirfarandi saga ber vitni um. En þannig var að ungur nemandi í Grundaskóla fór með mömmu sinni niður í Brekkubæjarskóla og hitti þar Inga Steinar sem þá var skólastjóri þar. Stráksi hallaði undir flatt og sagði svo: "Já, ert þú Guttinn í þessum skóla?" Gutti hugsaði alltaf lausnamiðað og hann sá lausnir þegar aðrir sáu bara vandamál. Ég minnist þess þegar samstarfsmenn okkar nokkrir komu með hugmynd að frumsömdum söngleik sem þeir hugðust vinna með nemendum á unglingastigi og sýna í skólanum. Ég setti mörg spurningamerki við hugmyndina, en Gutti bað á að hugsa hann aðeins lengra og koma svo aftur. Til að gera langa sögu stutta varð hugmyndin að veruleika og söngleikurinn Frelsi sló í gegn, fyrstur í röðinni af 6 frumsömdum söngleikjum í Grundaskóla síðan. Gutti var ábyrgð skólamaður, frábær stjórnandi og enn meiri leiðtogi. Það skipti hann alltaf máli að liðsheildin virkaði vel saman. Hann laðaði að Grundaskóla starfsfólk sem vildi leggja sitt af mörkum, hafði hugmyndir og frumkvæði. Honum var mjög í mun að jafnræði væri meðal starfsmanna þótt þeir gegndu ólíkum störfum. Allir skiptu máli í liðsheildinni. Hann gerði miklar kröfur til starfsmanna sinna en mestar til sjálfsín. Flestir sem þekktu Gutta vita að hann vann mikið og vinnudagurinn var langur. Kannski var það vegna þess að hann gaf sér alltaf tíma þegar til hans var leitað, alltaf tilbúinn að ræða mál og finna lausnir ef þess gerist þörf. Og hann var aldrei svo upptekinn að maður geti ekki beðið hann með ráð. Það til marks fagmennsku Gutta á framsýni að þegar íslensku menntaverðlaunin voru veitt í fyrsta skipti árið 2015 fékk Grundaskóli þau fyrir frábært skólastarf. Íslensku menntaverðlaunin voru vissulega viðurkenning fyrir Grundaskóla og skólastarf á Akranesi og við vorum ósegjanlega stolt á skólanum okkar. Við gerum okkur samt grein fyrir því að Gutti átti heiðurinn mestan, en hann hefði aldrei hugsað svoleiðis. Margir tilnefndu Grundaskóla til verðlaunanna, meðal annars fyrrverandi nemendur, sem hafa sagt að þeir útskrifist úr skólanum en yfirgefa hann aldrei. Það átti líka við Gutta. Þótt hann lét af störfum var hann alltaf til staðar og kom reglulega í heimsókn. Hann sótti alla viðburði sem skólinn stóð fyrir einn eða í samstarfi við aðra. Og síðastliðið vor birtist hann til dæmis alveg óvænt á Grundovision sem þá var haldin í Hlégarði. Fyrir þá sem ekki vita er Grundovision söngvakeppni starfsmanna og ómissandi hluti á skólalokum á vorin. Gutti gegndi þarna hlutverki dómnefndar og var einráður. Til marks það hvað okkur þótti vænt hann, þá gerði ekki nokkur maður athugasemd við úrslitin en erum við þó mikið keppnisfólk. Síðast heimsótti Gutti okkur í Grundaskóla í september síðastliðnum.
ásamt Birnu sinni og þá orðinn veikur, en hann brosti enn sínu hlýja brosi, fekk sér kaffi og konfekt og spjallaði. Gutti var einlægur jafnaðarmaður en hann var líka keppnismaður. Hreinn og beinn í því sem öðru, fór ævinlega að leikreglum. Hann var mikill aðdáandi skagamanna í íþróttum og skipti þá ekki öllu máli í hvaða íþróttagrein var keppt, né á hvaða aldri keppendur voru. Hann fylgdi stelpunum sínum eftir í badminton og sagt hefur verið að hann hafi mætt á körfuboltaleiki þótt hann kynni ekki reglurnar. Það hefur líklega verið aukaatriði í hans huga, mestu máli skipti að styðja sitt fólk. Haustið 2006 tók Gutti ákvörðun að taka þátt í prófkjöri Samfylkingarinnar vegna alþingiskosninga vorið eftir. Þetta kom okkur samstarfsfólki hans ekki á óvart, vissum að margir höfðu hvatt hann til að gefa kost á sér. Hann vann öruggan sigur og náði kjöri til alþingis vorið. Hann hefði þá getað tekið sér launalaust leyfi frá störfum skólastjóra í grundaskóla, en ég held að það hafi aldrei hvarflað að honum. Hálfum mánuði eftir kosningarnar hringdi hann til mín og sagði mér þá ákvörðun sína að segja starfinu lausu leið og hann hvatti mig til þess að sækja sem ég og gerði. Þarna tók við nýr kafli í samstarfi okkar. Fjölmargir starfsmenn grundaskóla stóðu þétt að baki Gutta í pólitíkinni og við vorum stolt af okkar manni. Allir hans bestu eiginleikar sem við þekktum svo vel komu fram á nýjum starfsvettvangi. Hann hélt áfram að vera málefnalegur og fylginn sér, hélt ró sinni og ávann sér verðskuldaða virðingu langt út fyrir raðir kjósenda Samfylkingarinnar. Hann breyttist ekkert, fannst okkur. Hann hugsaði enn liðsheildina, að allir ynnu saman, að hver og einn skipti máli, að hópurinn réri allur í sömu átt. Og þegar Samfylkingin komst í ríkisstjórn, var í huga okkar stuðningsmanna hans bara spurningum hvenær en ekki hvort hann yrði ráðherra. Menntamálaráðuneytið hlaut að koma í hans hlut. Nei, ekki var það nú svo, en auðvitað átti velferðarráðuneytið ekki síður við hann. Jafnvel betur. Þar var hann á heimavelli, jafnaðarmaður fram í fingurgóma sem gætti síns minnsta bróður. Ég gæti nefnt fleiri þætti í lífi Gutta. Hann var mikill fjölskyldumaður og vinur vina sinna. Hann var eðal skáti og erindreki Bandalags íslenskra skáta árabil. Hann var til dæmis mótstjóri á eina skátamótinu sem ég fór á í Botnsdal. Hann sat 12 ára skeið í bæjarstjórn Akraness og var bæði formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar. Hann var þeirra gerðar að hann ávann sér jafnan virðingu meðal samstarfsfólks síns. Framganga hans og framkoma virkaði þannig á aðra. Hann sóttist ekki sérstaklega eftir vegtillum sem höfðu þau áhrif ein á Gutta að hann lagði sig enn meira fram að rækja skyldur sínar og gera sitt besta alltaf og allstaðar. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur ljóð eftir Terry Fernandes sem ég finnst lýsa Gutta vel. Einstakur orð sem notað þegar lýsa á því sem engu öðru líkt. Faðmlagi eða sólarlagi eða manni sem veitir ástúð með brosi eða vinsemd. Einstakur lýsir fólki sem stjórnast af rödd síns hjarta og hefur í huga hjörtu annara. Einstakur á við þá sem eru dáðir og dýrmætir og hverra skarð verður aldrei fyllt. Einstakur orð sem best lýsir þér. Ég átti langt og farsælt samstarf við Gutta og hann var líka vinur minn. Á þann vinskap fékk aldrei skuggi þó við værum ekki alltaf sammála. Það þyngra en tárum taki að hann skuli farinn. Í spámanni Khalil Gibran segir meðal annars: skoðaðu vel hugðinn þegar þú ert glaður og þú munt sjá að aðeins það sem valdið hefur hryggðinni getur gert þig glaðan. Þegar þú ert sorgmæddur, skoðaðu þá aftur hugðinn og þú munt sjá að þú grætur vegna þess sem var gleðið þín. Það eru forréttindi að hafa þekkt og kynnst Gutta að ógleymdu því ótrúlega tækifæri að hafa unnið með honum náið árabil. Hann gleymist engum og við erum betri fyrir að hafa þekkt hann. Og eins og Anna Sigrún sagði svo yndislega, þurfum við fleiri Gutta, ekki færri. Blessuð sé minning hans.